Syndaseilir. Hvar erum við? Hvar erum við, Svenni? Við erum, þannig, í Flórídaholti. Við erum í Urriðaholti. Flórída. Ég fékk þig til þess að koma hingað Já. frá miðbænum. Úr miðbænum. Og ég sko, þú veist þannig, ég manna síðustur til þess að tala ég sé einhver miðbæði rotta og vilja bara vera í miðbænum. Nei, guð. Þú veist, ergo-kópavörun minn. Þú hefur talað Hamraborg. Hamraborginu mína, Kársnesið, Smárin. Sem ég ætla aðeins að fara betur inn á eftir. Nýr miðbær. Garðurinn. En ég get sagt þetta þannig, og þetta bara smá til ykkar sem búa hérna Flórída maurarnir ykkar í þessu holti hérna. Þegar ég, sko, þegar fólk að spyrja mig hvernig fer það að búa í miðbænum og ekki erfitt út af bílastæðum og fólk einhverju taugafalli við því, ég get sagt ykkur það að þegar ég sem bý í miðbænum þarf ekki að nota bílinn minn. Já. Ég get verið í miðbænum og ekki hreyft við bílnum mínum þegar ég búin að finna stæði. Já. Í marga daga. Það er nefnilega það, sko. Hérna kem ég inn í þetta sálarlausa atriði sem þetta hérna. Pældi, sko, sálarleysi. Og eina sem ég hugsaði var bara, hvernig, þú veist, ég ætlaði, þegar ég var rétt á komin hérna, þá hugsaði, heyri, ég vil fara að fá mig kollab. Það er ekki svona nærþjónustæðina. Nei, ég þurfti að snúa við, bruna, fara aftur inn í einhver umferð, leggja í einhver Flórída stæði. Já. Þú veist, ándjús, þetta er svona fítjubólustæði hérna hvort í, sko. Ég veit að það er svo stóri bílar, sko. Þau þurfa stóra bílana. Í bónus hérna, til þess að kaupa mér eitt kollab. Þú veist, pældi, fólki sem býr hérna í svona, ég veit ekki svona hvað þessi gata heitir, whatsoever. Kinnagata. Fólk þekkir þetta. Já. Fluffu vinkonurnar. Margar, Adda Sofía, býr hérna til dæmis. Það búið allar hérna. Já. Og ég meina, nei, alveg, þú veist, þú ert hérna heima hjá þér og þú ert eitthvað, herru, mér langar að fá mér þarna, ég ætla að fá mér þarna Nóa Sirius einhvað, gig. Það bara, herru, ekki málið, baby, brunum út í bíl og keyrum. Þú veist, þetta er svo mikið drasl. Sko. Þú veist, þetta er svo mikið, þetta veist það, ég alveg er talað, ég ætla að taka þetta lið, næst þegar spyr mig hvernig ég fer að búa í miðbænum. Og ég ætla að segja, hvernig í fokkin fjandanum ferð þú á því að búa hérna? Já. Flórída maurriðin. Sko, þetta er, sko. Paldi, þú veist, að flytja þig frekar til Flórída. Já, why not? Þú veist, að betra viður, þetta er nákvæmlega sama umhverfi hérna. Já, Costco. Þetta er eins og búi í Orlando. Costco er hérna. IKEA er þú veist, þú ert bara einhverju skýta kulda í einhverju urriðarholti í Garðabæ. Þú veist, og við erum að taka þetta upp, þú veist, 4:00, það er komið myrkur úti. Og því ég var að keyra þarna, veist þetta, ég var svo reiður, ég er með fleig. Sko. Og það er Jack í honum, og ég ætla að fá mig sopa núna. Já. Og það er ekki skál til ykkar sem búi í urriðarholti. Nei. Það er skál til okkar, sem að getum verið í göngufæri við alla okkar nærþjónustu. Þetta er nákvæmlega viðbröðin sem ég bjóst við frá þér, Svenni. Þegar við ákveðum að taka þetta upp hér. Já. Ég bara vissi að þú myndir koma fjúming. Ég vissi ekki ég myndi fara í fjúming í fús. Ég held, þegar þú sendir á hann, eigum við ekki að taka bara það upp í urriðarholtinu í kósi. Þú voru svona seinir, sko, í dag. Já, voru seinir í dag. Og ég hugsaði, já, ok, þú veist, það er bara næs. Ekkert mál. Enda líka eins og segið, þú veist, ég er ekki einhver svona signified miðbæðarotta, ég þurfi bara að vera í miðbænum. Nei. Þú veist, ég elska þetta tengist þjónustunni. Þetta tengist það að geta farið, labbað, þú veist, fyrir mér ef ég hef búð og bar já, that's it. Það er nóg í göngufæri, sko, fítu bollunar hérna sem búa hérna og halda þau sí einhverju svona brjálaðislega lúksus að þau búi í urriðarholti vistvænt hverfi. Einmitt, það þýðir ekki einu sinni bara að það sé eitthvað svona velkomin urriðarholt. Mér er drullu sama, komdu mér úr þessu urriðarholti og pældi líki, þú veist, hvað fíbl býr til eitthvað atriðina sem er eitthvað götur hér og þar og það er ekki einu sinni gert ráð fyrir að vera með eina fokkin verslun. Næsta verslun er Bónus og Costco. Já. Þú veist, við líka lúserar að borga í háu fasteignaverðið hérna. Tókst eftir shit, sorry, nú er ég búinn. Tókst eftir hérna ég kerði þenni við að dapur, ég var leiður og ég hugsaði, það var einhver sem að sagði, taktu fleigu með þér með Jack Daniels. Þarna tókst eftir hraðahindrunum.
Í unum? Já. Já. Bara, sko, dempararnir farnir. Sko, ég veit þetta hljómar eins og svona fáralegt nöldur yfir einhverju hverfi, en ég held að fólk fatt ekki hvað eru margar hraðahindranir í alvörunni tala og þú veist, og það bara eitt af þessu. Ég trúið ekki að fólk sé einhver hamingi sem hjónabandi hérna, sko. Nei, skilnaðir eru mjög algengir hérna og pirringur. Og það er daginn, það eru kíkt mikið á daginn og haldið fram. Það eru líka mest megnis bara svona steypukassar sem eru svona eiginlega ekki tilbúnir. Það er bara absolútli ekki einasta sál. Það er gröfur út allt hérna einhvern veginn og svona engin sjarmi, það er engin arkitektur hérna, þetta er bara steypukassar sem eru hálfkláraðir af því að það er verið að safna fyrir næstu framkvæmd, skilurðu, og svo er bara þetta er íslenski draumur. Þetta er að reyna á hjónaböndin, krakkarnir eru óhamingjusamir, það er allt í volli. Auðvitað að því að þú getur ekki gengið. Já, það er náttúrulega málið og þú getur ekki sem krakki leikið þér hérna. Ég labbaði daginn hérna og ég labbaði fram hjá leikvelli. Það var svona ein rennibraut og ekkert annað og hliðina var svona vagn eða svona skilur kerra fulla einhverju svona spýtum og steypu það var bara svona, og það var leikvellur þú getur ekkert leikið þetta eru maurar, þetta eru Flórida maurar. Sko nú var ég áðinskötu sem krakki frá því fættist cirka þangað til ég var 8-9 ára þarna var maður bara að leika sér maður var að hlaupa milli garð einhvern veginn og þú veist og bara leikvellir og stemming maður fór niður á tjörn að chilla og svona hér er kannski garðurinn svona steypu eða pallur það er bara svona pallur hér og þú veist og hvað á krakkarnir að fara að gera það er gert ráð fyrir því að börnin drepi sig það er bara það er gert ráð fyrir þau bara að þau fari í gólfhermin hjá pappa sínum veist, eða eða eitthvað svona þar leika krakkarnir, það er ekki séns að krakkarnir í þessu hverfi fara eitthvað út mér finnst ótrúlega því að svo á ég sko nú á ég mjög góða vinkunu, Adda Sofía stór vinkunu á þáttinni, shout out heyrðu, Klifti, hressasta konan sem ég þekki hún býr hérna, ég þarf að heyri henni og spyrja bara þú veist hvernig hún er, Þannig, sko, svo labbaði ég daginn og ég og kærastan ákveðum að rölda niður í Costco. Þeir eru örugglega fyrst á eina fólkið í Flórida holti sem hafa labbað þangað. Já, og það var upplifun. Maður labbaði þarna niður, ótrúlega leiðilegt labb, eða skilur, bara svona, þarna var ég að sjá húsin og framkantirnar og steypuna. Já, svona þess að kíkja inn. Svo fórum við á Costco og löpum tilbaka og þetta var svona hápunktur dagsins. Keyptu eitthvað? Skrýst jógurt í Costco okay. Nei, það var bara svona stór innkaup þetta var eiginlega bara svona vettvangsferð meira svona prófum að láta eins og við séum í einhverju svona hverfi þar sem að fólk labbar í nærliggjandi þjónustu svo eftir að rölda niður á daginn eru þið búin að fara eitthvað? Nei, mamma var að mæla með hún var hrifin við treystum henni ég reyndar, þær eru felloflugfreyjur margar mjög hrifnar af daginn það er stað Snorri félagi minn sem ég var með í grunnskóla opnaði hennar stað uppálega og svo tekur vinni sínum ég er mjög til að gefa þessu stað séns ég líka ég veit að það er með fordóma varandi hverfið og eitthvað en ég meina að við gefum þessu séns næst ég kem hingað þá ætla ég að skilja bílinn eftir hana og byrja þetta í það svo íka að rífa svo smá kjaft það er Costco og taka leifbílinn og verður að stoppa við íka þú veist, ég er alltaf ég er ekki að reyna að vera hrókafullur eða eitthvað, þú veist, þetta bara þegar ég kem inn í þetta hverfi þú veist, með allar þessar hraðahindranir með, þú veist, með enga nærþjónustu engin fagurfræði í loftinu engin fagurfræði ekkert feng shui nema örgulega inni í íbúðinu, eins og hérna inni í þessari íbúð mjög hugguleg íbúð, mjög næs flott gólfefni en þú þarft að vera hérna huggulegt gólfefni þetta er þessum fólk, ég þekki nú einhverja sem að svona fluttu á endanum til Keflavíkur eða Reykjanesbæjar eða eitthvað svona og það var alltaf sama sagan, það er talað tvennt það er talað að þú færð auka herbyggi, fermetrana sem aukalegu sem þú færð og svo er það sko í rauninni hvað fljótur að keyra í bæi það er alveg svona tvennt en við þurfum ekki að vakna í Keflavík í staðinn þarfst að búa í Keflavík eða í staðinn þarfst að búa í Urriðaholti ég myndi sem frekar búa í Njarðvík heldur en að búa í Urriðaholti já, stittra á vellin stittra á vellin þú veist, það eitt og sér er nóg þú veist, öruglega stittra lapp í búð ég pottjætt þú veist, þetta er þrótt og sko, nú ert þú búin að sjá þetta er ekki fordóma lengur og ég get líka sagt það að það er fullt af útkverfum sem eru mjög sjarmerandi
Fattarðu? Ég get sett það, ég var í gær í Kórakverfinu í Kópavogi. Ok, hvar finnst okkur það? Uppáls, eitt af mínum, þú veist, en alltaf Kópavogur bara yfir höfuð. Já. Þú veist, en Kórakverfið, það flott. Það þetta með Arabar. Arabar, check. Check. Við hliðin á Arabar, ertu með krambúðina. Krambúðin, check. Þú ert með ísbúð. Það stórt. Já. Það verður að vera ísbúð. Þú veist. Ég meina, strax þetta bara komið. Já. Þú veist, þetta líka svona... Þannig ég get fara að Arabar, fengið með pítsum, pepperoni og bönunum. Og svo getur þú farið að fótboltaæfingu einhverju kóra... Svo getur farið, já. Þú veist, þá getur krakkarnir kannski rölt á æfingu. Ég held að það sé ekki hægt hér. Það fullt í gangi í Kórakverfinu. Hvað ætlar að... Sko, líka, við höldum þessu bara aðeins áfram. Ef þú ert foreldri átt einhverja krakka og þeir eru á námskeiðum, þeir eru að æfa íþróttir. Þú ert bara í því að skuttla þeim út allt. Þess vegna, þú veist, ert að heyra þetta. Þetta er Flórida Holt. Mér finnst það bara fullkomið. Og þetta næsta því á Íslandi, Reykjavík og umhverfi, sem að kemst í að vera svona lokað hverfið, svona gated community. Já, þetta gated community með enga nærþjónustu. Þú veist, þvílík ömurlegheit. Basically vantar bara svona hlið, það sem þú keirir inn og þarf það svona, Siggi, og sem opnar hliðið. Ég myndi fyrirgefa þetta ef þetta væri eldri borgarar engum. Já, halda þeim bara hér. Geyma þau hérna bara. Já, hafa hjúgruna ef hvert einasta hús hérna í Kinnaflöt, hvað sem ég Kinnagötu. Ekki blanda flötunum í þetta. Ekki flatina, rótgróið, okkar, þitt hverfi. En þú veist, ef hvert einasta hús hérna væri bara fyrir eldri borgara. Mjög sniðugt. Það verður mjög flott. Heilsugæslustöð, sterk heilsugæslustöð. Mjög góð. Og dýllin væri 3 mínútur að fá lækni heim ef eitthvað gerist. Það bara mjög góð hugmynd. Fá þetta lið til að flytja eitthvað annað. Ekki gamla fólki að fara að labba hvað sem er. Nei. Og svo var ég var að tala einhvern daginn. Það var einhver að segja daginn já, þú ert með heiðmörk bak, þú getur labbað þar. Það eru 2 klukkutímar af dagsbirti á dag. Þannig að ég horfði þarna yfir þegar við löpum í Costco, það var kvöld og ég horfði yfir heiðmörk og það var bara svona pitch black. Þannig að þú getur ekki svona labbað þarna á veturna. Nei, við erum pætt, þetta er búið. Þetta er komið. Þetta er flott. Hvað sé Danni? Smá útrás, nú erum við búin með það. Danni, velkomin heim. Takk, ég var í Köpen. Frá Köpenhavn. Heyrðu, Schopenhauer. Vá, hvað það var gaman að fylgjast með. Ég fekk flensu. Ég var ekkert... Þannig að ég gat ekki verið að fylgjast vel með. Nei, ég var losa lítið. En þú fórst tvisvar að Hereford. Það er besta við Köpen. Ég er með rosalega, kannski mögulega hot take á Köpen. Ok. Ég var ekkert að tengja. Nei, veistu, annarkur tengir ekki, ég tengi. Já, þú tengir og ég vissi það, sko. Og ég er nú ekkert að fara að samfæra neitt það að, þú veist, mitt álit sé rétt álitið. Nei. Þú veist, bara mismunandi upplafanir. En, sko, Danir það er svolítið mikið að dönum aðna. Já. Sem er strax stór galli. Það er stærsti gallin. Já. Mjög mikið að dönum og mikið að dönsku líka, sem er annar galli. En ég fór á strikið, skilur og ég heyrði held ég meira Íslendingum heldur en dönum. Það vill vera þannig. Já, og ekkert að því, sko. Svo, þú veist, góð matur, en eitt risalast á Köpen, allavega svona það sem ég var sirka. Okay. Allir staðirnir eru svona 3 fermetrar. Eða fattur hvað ég meina? Ertu alveg þá bara, þú veist... Kaffihúsin, bakaríin... Þú veist, það er ekkert eitthvað rosa mikið gert ráð fyrir að maður setjist, þannig að það var svona, við lentum svo ógeðslega oft í að vera bara svona að reyna að finna eitthvað og það fór alveg tími í það, en... Voru þið stór hópur, eða? Nei, vorum bara 4, sko, og í rauninni bara 2. Við fórum á Radiohead, Tom York söngvarinn, hann náði sér. Hann var veikunni síg. Ef hann fekk flensuna eins og ég fekk. Já, hann fekk sýkingu í hálsinn bara, eitthvað bull. Elsku kallinn. En djúvel hljómaði hann vel. Það var geðveiki tónleikar. Royal Arena, allt upp á 10 þar. Já. Og það var pælingi með að fara. Pælingi var kannski ekkert eitthvað að kynnast Köpen, þannig. Ég fór ekki einu sinni til Norrebrö. Nei. Já, þú átt þetta eftir. Já, það hverfi inni. Já, þá átt þetta að fíla Köpen, sko. Ég held það meira. Það er þitt. Ég var svolítið bara á Times Square, skilur. Já, einmitt. Eða þú veist, svona shit í Times Square. Já, það er ekki stemning þar, sko. Nei, og... En þú ert til að koma bara með mér. Já, ég held það. En svo er líka, finnst mér, sem þú veist, ég ætla að bjóða þarna. Já.
og svo hef ég bara verið þarna mjög mikið. Það sko, mitt uppáld bara, þú veist, uppáld staður í heiminum held ég bara Kaupmannahafn á sumrin. Já, það líka spilar inn í, ég var í desember. Danir eru leiðilegir, mjög fallegir. Þannig fólk að viðra sig á hjólunum. Satt, léttklætt. Eins og í Malmö, það var gaman. Já. Horfa á þau. Já, þú ert að bara horfa fallegt fólk að hjóla. Með svona, þau verður svo brún. Já. Svona fallega brún. Já, og hrein. Mjög vel sturtuð. Ótrúlega vel sturtuð. Andstæðin við frakkana. Já. Bara svona, þau lúka kristaltær. Jafnvel þótt að sé bara með eina Marlboro eða Prins rauðan. Já. Að reykja. Þetta eitthvað svona... Það ertu samt bara ógeðslega fresh. Þetta eitthvað sem að Hitler svona náði rétt. Já, sko. Þetta var blöyti draumurinn hans. Já, þau eru hrein. Já, þau eru hrein, þau eru pjúr. Eins og Hitler segir. Já, pjúri í þarna Nörribrú. En svo það líka með þarna í Köben að það passa sig að vera ekki of mikið á stríginu. Já. Þannig að þú kannski flaskaðir alltaf þar. Ég veit alveg sko svona upp á mig sökina. En ég fór í Tívolið og... Við erum með einn dikkan hlustanda hérna og vinnu þáttanir, svona Gauji. Herru, og ég ætlaði að hitta. Já, hann sendi eitthvað, ég var bara forveikur og náði ekki að senda. Já. Svo sagði hann var búin að unsenda eitthvað message og ég bara, heyrðu, hvað? Hann hefur séð eftir þessu. Ég náði ekki að lesa þetta, ég var svo veikur. Þú hefur verið á jamminu. Hæ, Svenni. Nei, hann ætlaði að bjóða þér. Hann lét mig vita og það var mjög pirrandi sko því ég komst ekki fyrsta kvöldi. Svo var þetta það leigði einhver Stalin, segi daginn Stalin. Við eigum bara inn að fara. Og svo og þá sko seinasta daginn þá var ég bara eitthvað slappur eftir þessa tónleika. Eigum við ekki að fara bara þegar við erum fyrir voru? Mér langar ógeðslega að kíkja á hann sko. Jú, við þurfum að kíkja. Ég líka snill. Hann ógeðslega skemmtilegur. Þetta sem sko bjór sérfræðingur mikill. Já. Og ekki svona lúða bjór sérfræðingur. Nei, hann er hann er mjög nettur. Hann er gæi lægi bjór sérfræðingur. Lítur út fyrir að vera Dani. Hann er hreinn. Hann er hreinn og unglegur. Já, alltaf unglegur. Alltaf unglegur og bara topp eindag. Svo þarna fleira fólk líka sem komið þarna. Það þarna í Harpa Finns. Já, hún komin. Já, hún og Marin hennar. Þau eru þarna hún er þarna förðunar mæstró fyrir bíómyndir og svo eru þau með þarna þau eru með pílustæðin þarna skor. Já, þau eru þar. Já. Og svo eru þau með Ása. Það er fullt af hlutum sem við getum gert þarna. Já, ég þarf að sko ég var svona bara eitthvað mættur á strikið í desember, skilur, ég veit alveg að þessi borg getur örugglega boðið upp eitthvað meira. En ég fekk góða mat, þarna fyrsta kvöldið þá voru við bara röltum og römbuðum inn á stað sem heitir Jensens Buffhús, tjók. Ég er með skrifa niður sko, af því að ég vildi svona fólk eru á leiðinni, þá er það recommendations. Dandelion burger. Kopjú. Og þetta var svo dans, þarna voru menn að skera kú bara leiðulabbaðin, alltaf svona stálbökkum hrátt í hamburgerunum með svona bone marrow. Og allir með bíni. Allir með bíni maður og drekka eitthvað bjór sem engin veit hvað heitir og límonaði frá einhverju svona lokal soda brewery. Þarna leiðist mér leið sko. Já, þetta var svolítið lélegt. Henda á mig Pepsi Max. Já, guðna, nákvæmlega, Sprite bara hefði fullkomna límonaði. Ekki eitthvað svona hættu þessu. Bara fair trade, local gósbrúri. Hérna erum við að tala fyrir hönd okkar fólks í Urriðaholti. Það er ekki mikið af sölu á öllu gósinu hér í Urriðaholti. Nei, og það er allt í lagi finnst mér. Það er bara mjög flott. Þetta er úrslega þreytt. Þetta agla gósgerð. Þetta er svolítið þreytt. Já, við erum að stöða það. Það er svolítið þreytt. Og líka málið er bara að það er búið eiginlega fullkomna gósheiminn. Bara kóki geggjað, Sprite geggjað, Pepsi Max er frábært. Já. Við þurfum ekki að reyna eitthvað með. Egis appisín. Geggjað. Best. Þannig að þetta er bara komið. Já. Herru, allavega, hamburgarinn frábær, ógeðslega góður hamburgar. Sem eiga það. Heyrðu, nema hvað? 2 hamburgarar, franskar, góðar. Og eitthvað svona skýta hipstergós. Hvað kostaði heildina? Hvað með? Semst fyrir 2, 8 ást. Já, það er prísin er hár. Þetta var fyrsta svona bara leið. Fyrir 2? Já, þetta var hamburgar tilboð, basically. Ég meina, það var gott, en velkomin til Köpen. Það var svona fyrsta. Já. Það er þreytandi. Já. En gott var það.
Svo daginn eftir þá hitti ég félaga minn, hann var kominn í nokkra Guinness og í góðu stuði. Þau eru svona foreldrafrí, fyrsta skipti sem eru að fara frá barni númer 2, alveg bara svona brjálað að gera. Þú veist svona prógram á þeim, bara beint í bara svona morgunbjór nýta. Herru, við fórum með bakar. Hvað segirðu? Smá blóðtjóp í styrtinu. Já, alveg bókað sko. Og bara öfund. En sko, svo fórum við á bakari daginn eftir. Já. Sem heitir Sankt Peters bakari. Kunna baka? Já, þetta elsta bakari í Danmörku. Opna 1600 og eitthvað. Auðvitað. Já. Auðvitað. Já. Og þetta var bara voða fínt og þarna var þú fristir eitthvað. Ég fekk með Danish. Já. Veist, when in Rome. Og það var í góðu lagi. Svo farið í Tívolið. Já, fórst einhvern dag ekki? Nei, ég nefndi ekki. Af hverju ekki? Ég var að horfa á einhver sko lítil börn í mest skeri í Golden Tower í dropptækinu. Já, þetta ég hef farið með þér í það. Þegar við förum í mæ. Nei, ekki séns. Þegar við förum í mæ, þá förum við saman. Ekki séns. Vá, hverju. Ég er að fara að æla yfir allt. Ælur á mig. Og svo var þetta einhver svona 15 ára úlingur að tjekka á svona hvort að beltið væri ekki. Nógu ef nógu hvort það sé. Hann rétt svo svona tók í þetta svona, já, þetta er fast, ok, off you go. Ég var ekki að fíla þetta. En ég fekk mér hérna glögg og þetta var fílingur. Já, það var stemmari í Tívolíinu. Rándýrt. Já, frænka mín pluggaði okkur. Hún bara búið hérna í 50 ár sko. Þannig að hún bara þekkir hérna Tívolíið sko. Þekkir Tívolístjóran. Já, sem svona einhver bæjarfókiti Sebastian. En það var í góðu lagi. Svo kvöldið. Þarna er ein lauma fyrir köpenfólkið og túrista sem ég held að ekki margir myndu fara á. Það var ítalsku staður. Við þarna ána, þetta er í lituðu húsunum þarna, heitir þetta ekki Nýhavn eða eitthvað svona? Við Nýhavn? Nýhavn. Er það ekki eitthvað svona lita? Þetta var kvöld, ég sá ekki alveg. Held það? Já. Segjum það. Staðurinn heitir Venezia og svo On the Sunny Side. Eitthvað svona. Og, heyrðu, það korter í að það sé svona verið að reyna að veiða fólk einu staðinn plastaðir menjú þetta var alveg lúkkaði ekki vel og við fyrir minn og ég stakk upp á svona stað, ég vissi ekki að það væri svona slæmt þannig að það var strax komið á mig það var svona, sorry guys, sorry fengum hann að cozy borð geðveikur matur pleasant surprise þetta er feelingur bara ógeðslega gott pasta fengum okkur, eitthvað svona Aperol í byrjun aðalréttur, feelingur svo bara espresso og eitt Montenegro skilur, þetta var svona ítalsku feelingur þjónustan góð þetta var ekki Austur-Evrópa við erum komin hérna í svona Suður-Evrópu og ég elska svona staðir sem eru bara mega lauma hvað ég meina lúkkaði fyrir að vera bara mestu sóða túrista geggjað þannig að Venezia fæk topp einhvern þeirra klárast morgunin eftir ætlum við að finna annað bakari þetta var bakarísfröld það er ekki svona sem að gerir fyrirpartin í Köpen eitthvað þau eru eitthvað bakari eins og 280 bakarið uppáhaldsbakarið það er rosa dansku fílingur engin tvö sæti svolítið gert þér á fyrir og kaupir og farir það er kaupmannahöfn svolítið og við löpum fundum ekki raskat, það var ekkert laust ég endaði á bakari sem að núna er orðið nýja uppáhaldsbakarið mitt í kaupmannahöfn Espresso House þetta var flott þetta voru sæti er þetta eitthvað svona keðja? Þetta er keðja ég fekk upp í kók á þessari svona cool bakari hér gerum við hlutina öðruvísi hérna, við þurfum ekki sæti þú færð bara, einis og labbar á stað því að pælingin er að þú upplifir borgina eitthvað svona, ekki þannig við erum út í frakkanniðinum beint á Espresso House með mig laus sæti nei, bara kardamammusnúðar ég var bara, hérna vil ég vera því meira sem það er svona hipstera, feelingur, eitthvað við erum flottist keðjuna, ég var næstíð fyrir Starbucks bara í svona mótmæli en þannig að það var bara gett
Daginn eftir, seinasti kvöldmaturinn, þarna römbuðu við á stað og Pastís heitir hann, hann franskur bístró eitthvað svona, hvítir dúkar, það var mjög eins og snaps, það myndi á snaps, labba inn, 2 manna borð, hliðin á, eiginlega alveg onni í 4 manna borði, þeir eru að tala ensku, svo allt í einu heyri ég í einu gæjanum við þetta borð segja, eru þið ekki Íslendingar? Við vorum ekki búin að segja eitt orð. Annarkvort sá hann okkur á tónleikunum eða mögulega svona kannast... Svo sér maður alltaf hverjir Íslendingar. Svo það líka. Það er fasið. Og við vorum ekki búin að segja orð á milli okkur. Við fengum okkur sæti. Eru þið ekki Íslendingar? Við bara, jú. Þau eru blekaði, sko. Og ég bara, jú. Og það var tekið spjallið. Það voru alveg onni okkur. Við gátum ekki farið. Voru þetta eitthvað svona íslenski ferðalangar? Þetta voru Radiohead menn. Og var einn breti, þess að töluður ensku. Ég hefði örugglega beðið annað borð ef ég heyrti íslenskuna og svona eigið annað borð, að taka annað borð. En ég hélt þetta væri enskumælandi lið. Fáum okkur sæti, ég er að segja svona 15 sentimetrar á milli borðana. Við áttum ekki séns. Þannig að þarna hefst svona samverustund hjá okkur Melli og Íslendingunum. Og var það gaman eða? Nei, get ekki sagt það, en svo reddaðist þetta því að þeir voru bara með borðið í svona korter í viðbót og svo var þeim bara hent út þannig að guði svo lof en ekkert aðeins gæjum en þú veist hvernig þetta er veist, borð fyrir 2 hvítir dúkar maður vildi bara smá rómó eða eitthvað og allt í einu ertu komin í spjall við sko blekaða Íslendingar en þú ert hvergi óhultur í Kaupmannahöfn ekki neins þar og það var líka kannski bara of nálægt strikinu eins og þú segir en svo fæ ég mér, þetta er ógeðslega góður staður ég mæli með, ef þið eru pastís fekk mér eitthvað gegja svona steak frites eitthvað svona og Melli fekk sér svona svona kanínurétt þetta er bara feelingur og ég mæli með svo eru við að chilla og það kemur gaurinn og kallar yfir allan staðinn eru þið ekki Íslendingar? Blekaður og hann kemur til okkar og hann stendur yfir okkur að spjalla í svona 5 mínútur og þú fattar við, það var alveg bara svona brútal mikið þetta er bara stemmari sko, það sem aldrei í þessa ferð ég tók stemmaran, ég spjallaði mikið við þá ég var bara að grínast með þá þeir voru náttúrulega bara sósaðir en það var líka bara þeir eru syndasilir og ég tók Melli sagði mér þessi eitthvað vá hvað þú varst eitthvað hress með þetta með hvernig þú ert vanar og ég eitthvað, ég er bara að reyna að breyta vera stemmingsmaður ég get verið svo allt og mikið svona köttur svona köttur þannig að ég bara svona var að reyna átak en þetta var í rauninni bara svona sem að maður átt og feelingurinn í Köpen ég þarf að fara aftur, ég þarf að fara sumar ég þarf að fara sumar með þér og í Nörrebrö og bara þú þvælast borða góðum stöðum borða góðum stöðum þetta er svona temmilega gott blackout eitt blackout alltaf eitt fyrsta kvöldið og fara til Gauja og verið feeling fara til Ása þetta er bara, þetta er komið við tökum svona næsta sumar staðfeska eða svona kannski svona lokvor eða ekki bara sem fyrst basically þegar sólin er komin fyrir að hækka þetta var ferðin mín á meðan var Svenni fárlasin aftur. Það sem ég ætlaði að gera helgina það var, ég ætlaði að fara út að borða með Víking það hefði nú verið á Fröken Reykjavík einmitt, ég bara sem virðist aldrei ætla að komast á þú ert búin að vera á leiðinu þangað alltaf verið í veikur svona 1,5 ár ég ætlaði að fara með talandum Öddu Sofíu og Kó og Flórida Holt ég ætlaði að fara með Flórida Holtinu þau ætlaði bara að taka leigubíl heim svo í lokvöld 15 skall hugsa sér og ekstra mikið út af hraðahindrunum sko. þá þarf hann að hægja svo á hægir alveg sko út í 1 sko. Adda Sofía en ég ætlaði að fara með þeim á sunnudaginn þetta í það, gata ekki og veik þú veist ég bara að missa af ótrúlega mikið að skemmtilega hlutum en það sem ég gerði þetta síðast þú stendir í station helgið ekki það stemdi í station helgið svo bara flens ógeðislega pirrandi þú var spenntur það verður einhver grípið í taumana en það sem ég geri eftir síðasta þátt það er að ég var komin í smá stuð þú vaknaðir í sko húrrandi stuði og ég hélt því bara áfram geðveikt þannig að ég fer og
tek bílinn minn, engabílinn, jú. sæki Mæju okkar. Fórnaði Ég stæði. segi Mæja, komdu, Fórnaði stæði í myndmannum til Ótrúlegt. þess að keyra í Hagasmára í Kópavogi. Heim. Hagasmári, já, það sem er Smáratorgi. Það sem Smára Lindir. Smáralind. Já, þar er komið Mathöll. En ekki hvað. Vavum. Garðurinn. Og var ég hrifinn? Já, ok. Ég veit nú. Virkilega imprestandi. Ég veit að Húrra, segi ég nú bara. Þrefalt húrra. Húrra. Ég veit að hlustendur voru í alvörunni að bara bíða eftir að sko heyra hvað þið fannst þetta. Bara í alvörunni. Já. Og ég setti það, fyrst labbaði inn og ég hugsa ekki. Já. Svo get ég setti það gengur allt saman upp að. Sko, nú ætla ég. Sko, level af músíkinni frábært. Já. Birtan. En þú varst búin að fara einu sinni, þegar ekki? Frábært. Nei, ég var bara rétt búin að kíkja inn. Já. Heyrðu, ég fer og þú veist, hrifin á stöðunum ekki svo. Þú veist, þetta er... Ég skal lesa staðinu upp. Gaeta Gelato. Gelato. Sparrow. Vannmetið. Ég hugsa, ég verð þar næst. Já. Kemur heim. Serrano, Subway, Five Spice by Exo. Ég hef aldrei verið hrifinn þegar eitthvað svona by. Nei, er það þetta indverska atrið? Ætli það? Ég nefnilega fór og kíkti þangað. Five Spice by Exo. Já, Exo, já. Ég veit ekki. En við tjekkum þessu. Top Wings, það er alltaf vængjastæðir. Það er alltaf vængjastæðir en ég kíkti þarna, svo er indverski staðurinn. Svo, já, ég klára það. Sem er skandinavísku þema. Veistu hvað þemin er? Þetta er Jasmine Olsen sem á þennan stað. Já. Og Jasmine Olsen, það er bara absolutt ekki neitt skandinavist atrið þarna á þessu stað. Er ekki dill eða eitthvað yfir garnis? Veistu hver er þemin? Þú veist, þetta er sem sagt að það er Jasmine Olsen. Já. Hún er ættu frá Sri Lanka. Já. Fædd í Svíþjóð. Smá Olsen kemur. Fædd í Svíþjóð. Bjó í Danmörku. Þú veist, ef einhver ætlar að opna svona stað, þá er það hún. Já, en þú veist, þetta er ekki þetta er í skandinavísku þemi. Nema nafnið, eftirnafnið hennar. Og hennar uppeldi. Þannig ég fór og fekk mig kjúklingavengi, indversk kjúklingavengi með skandinavískum þema. Og hvernig var? Mér finnst ekkert gaman að borða kjúklinga. Nei, það er allt of mikið vesen. Allt of mikið. Og þú ert kannski heima, eða þú getur hlaupið í vaskinn, en þegar þú ert á alveg færi, þegar ég veit það ekki. Svo er Neopizza, Yuzu. Þetta er nákvæmlega allt eins. Já. Abuela Lola. Já, það er eitthvað mexikanst. Já, einmitt. Funky Bangra, veit ekki hvað það er. Já. Juicy Sushi, La Trattoria, eins og allstaðar. Þangað fór ég. Og hjá Höllu. Þegar ég var búin að gefa stupp að skandinaviska þemanum indverska, þá fór ég á La Trattoria. Og þar, veistu hvað ég gerði? Hvað? Þar satt ég, drakk hvítvín og fekk mér hvað heitir hann aftur? Kaffirétturinn? Tiramisu. Já. Það er bara flott. Hann drakk hvítvin og tiramisu og ég veist það, þarna satt ég. Þú litið vel út. Mjög vel út. Þú eru flottur. Ég var í frakka. Fólk hefur verið bara þessi gæk hann að lifa. Þessi maður. Hvítvín og en það sem ég var einna mest impressed yfir var að þetta var sem sagt miðvikudagur og þetta var miðvikudags eftirmiddagur svona. Fólk var að hella í sig það. Já, Kópavogsbúarnir. Hittum Danna Deluxe, okkar mann. Já. Var hann í gýr? Hann satt þarna og var að fá sér bjór. Þarna var bara fólk almennt bara að fá sér drikk. Mér finnst það flott. Og þetta fannst mér skemmtilegt. Þetta er lókallinn að koma og aðeins svona lyfta sér upp. Veistu hvað? Ég er alveg til í að eyða degi þarna. Aftur og aftur. Og fullt af vinnustöðum þarna. Þarna eru Íslandsbankamennirnir. Fólk kemur þarna eftir vinnu. Aðeins að rétta sig við. Mikið pláss. Rölti svo jafnvel heim. Já. Við erum komið með gott situation hérna í Smáralitri og í kringum. Ótrúlega flott. Ég er ánægð með þetta. Og veistu hvað? Ég er að fara annað kvöld þangað. Skemmtileg. Og þú varst að mæla með... Þú er að fara hvítvín og tiramisu. Já, en í aðalrétt, ég veit ekki hvað maður þarf að prófa. Ég finn eitthvað þarna. Þú finnur eitthvað, þetta er náttúrulega bara mathöll. Sparrow. Þú veist, lífið. Life is your oyster þarna. Ég ætla að meita fyrr, Já. Ég er bara, þú veist, ég fór í mathöllina á Leifsstöð
Það ekki matöll. Það voru 2 staðir eða eitthvað. Það ekki alltaf leið. Þetta bara svo kjánalegt að kalla þetta. Ég ætla að segja eitt samt sem það var La Trattoria, allt sjálfsög. En það eitt last sem að ég ætla ekki að fara mjög djúpt inn í því ég held ég megi það ekki. Okay. En það samt sem áður, indverski staðurinn, passið ykkur að rífa ekki kjafti starfsfólkið. Frétti að eitt sem ég þekki hafi lent í smá vissinni. Þú verður að segja. Ég má ekki segja strax, en það ofbeldisfullt fólk að vinna á indverski staðurinn. Býtu, máttu ekki segja, lagaferli komið í gangi? Gæti verið? Já. Segja ykkur betur seinna, en ég ætla bara að segja að þið setjast á indverska staðinn, varið ykkur. Oh my god. Það Austur-Evrópa sem að gæti orðið reitt. Þetta spicy. Alveg þetta indversku staður með skandinavísku þema og evrópskum slagsmálum. Austur-Evrópskum. Wow, ég hlakka svo til að heyra meira. Fylgist með. Fylgist spennt með. Wow. En þetta svo sem að matöllin þarna fær alveg 10 og 10 og ég hef alveg getað, ég hlakka til að eyða bara, heilri helgi. Já, og bara ég ætla að vera alveg svona, fyrir bíó. Já, og svo svona, leikjasalur þarna og sem skemmtileg. Lasertag, ógeðslega gaman í lasertag. Fílum það. Djúvillega gaman í lasertag. Herru, ég nefnilega eftir matöllin á morgun ég að fara í Arena. Ok, það stemmari þar líka. Það bara Counter-Strike með vinunum. Góða pítsur. Koktelar. Góða pítsur? Já. Ok, gott. Svo koktelar og menjú sá ég þarna. Það hilarious. Þetta lélega koktelar. Mér langar að panta þetta bara på jókið, sko. Ég ætla að fá þetta Blue Lagoon hjá okkur. Á meðan ég spila Counter-Strike. Þetta eitthvað svona kífjat. Þið með tiramisu? Já. Þetta eitthvað hannig. Þannig að það verður gaman á morgun. Þetta verður skemmtilegu dagur. Já, ég er spenntur, sko. En ég, þú varst búin að fara yfir þitt eða dagbókina. Já, þetta bara mín dagbók, eina sem ég gerði, svo bara læðist ég í veikindi. Shit. Og lá bara eins og Tom York. En betur þú fórst mæju, nei? Nei, ég dró hana bara með mér á matallinu. Já, hún fóð með þangað, já. Ég nefnilega, mér langar að segja eitt svolítið fyndið. Og ég vona að gaurinn sem að tengist þessari sögu finnist í lagi að ég sé að fara að segja þetta. Yes, sir. Það ekkert lagalegt ferli í gangi þetta. Heyrðu, manst þú þegar við vorum að tala vinkonu mína sem var á smitten, sem var að tala við mann sem að heitir Jordan. Svarti? Já. Rosalega hávaxinn, sko, massaður, þú veist, og hún var að tala við hann og allt í góðu með það. Já. Hvort að þú hafir sagt, var þetta körfuboltamaðurinn eitthvað? Já. Og ég eitthvað, nei, það var einhver túristi. Já. Ok. Ég fæ skilaboð í gæri fyrir dag frá manni sem heitir Jordan. Nei. Jú. Og hann segir, hei, ég var að heyra að þú voru bara eitthvað að tala mig, segir hann á ensku, ég ætla að þýða þetta. Ég var að heyra að þú voru eitthvað að tala mig eitthvað út í bæ. Ha? Og ég eitthvað, og ég fer alveg að hugsa. Já. Og það tekur mér smá tíma að fatta Jordan-tenginguna. Því ég bara, hvað? Hafði hann sambandið bara Instagram? Já. Og ég sá þetta bara fyrir tilvílun, okay. Þetta fór í, eitthvað svona, hidden, eða skilur, svona request messages. Þannig ég rak bara fyrir tilvílun augun í þetta. Og ég svara honum, can you elaborate? Can you elaborate? Ég sagði eitthvað. Því ég var bara, þú verður að segja mig meira. Þarna var ég ekki búin að fatta. Og hann segir eitthvað, útskýrir, bara, já, ég var að heyra eitthvað, þú var eitthvað podcast og var að tala mig. Ha? Já. Og ég segi, heyrðu, Jordan minn? Ég nefnilega, sko... Var hann í fús, eða? Hann var skiljanlega svolítið svona ringlaður yfir. Ok. Af því að, hann örugglega ekkert einu svona á smitten. Eða skilur, það var svona, hann hefur verið bara eitthvað, af hverju einhver gaur út í bæ að segja... Velkomin til Ísland, segi nú bara. Það var það sem við töluðum svo. Af því að við áttum svo bara gott spjall. Af því að ég sagði náttúrulega bara, nei, þetta var einhver túristi sem ég var að tala og ég fór að hugsa af hverju fólk hafi kannski miskilið þetta og þá var það kannski að því þú spurðir eða eitthvað, það körfubolta? Það komur örugglega fyrir. Þannig að þessi Jordan körfuboltamaður? Já, þetta var gæinn sem var á Íslandi. Hann farin, sko. Já.
sagði hann, ég kynntist honum ágætlega og ég segi bara þetta hefur bara einhver miskilningur, þetta er túristi og þú veist bara, og hann eitthvað, já ok, allt í góðum þú veist, bara eitthvað, við langar bara að tjekka á þessu skilur, og ég sagði bara já, skiljanlegt og hann eitthvað, já, þú veist líka bara ég veit hvernig Ísland er og eitthvað, ég er bara já, spot on bara svona er Ísland. En býttu, ok, correct me if I'm wrong. Jordan þessi hefur samband við þig og þetta er væntanlega ekki gæinn sem að Nei. Gæinn sem að þannig að þetta er byggt á miskilning. Já. Veist, að því að þú hefur mögulega nefnt var þetta körfubolt, að því að það blandaðist körfubolt inn í þetta og þessi maður sem var að hafa samband við mig er körfuboltamaður og var á Íslandi. Þannig að skiljanlegt að kannski einhver hafi misskilið eitthvað og látið hann vita og misskiljanlegt líka að hann hafi tjekkað á mér að því að mér myndi finnast þetta mjög skrítið. Ég myndi hugsa, heyrði, hæga nú, stanstýrimann. Já. Þetta væri mjög skrítin lígi að þetta hefði þurft að vera bara pjúra lígi. Ok, þannig að við erum búin að útskýra þetta fyrir Jordan. Já, og ég eitthvað svona en þið eru vinir þá í dag? Já, hann sagði mér að var nýfarinn og við vorum bara eitthvað að hlæja yfir og hvað býr hann í Bandaríkjunum? Við fórum ekki svo langt. Þú fóru ekki svo langt? En þetta er ekki einhver svona heimsókn í Flórída? Nei, kannski ekki alveg nógu þéttir fyrir það, en nei, þetta var alveg wholesome spjall og hann virti sér að sjúkla fýtt gauður, sko, og ég spurði reyndar eitthvað, hvað segir ég, viltu á ég leiðrétt þetta kannski, og hann eitthvað, hann sagði mér þess að bara eitthvað, nei, þú veist, you're good, sko. Við erum bara búin að leiðrétt þetta hér og nú. Já, mér langaði bara eiginlega að gera það, sko, ég vona, eins og segi, að væntanlega hlýtur þetta verið lægi hans vegna, að því að þú veist, ég bara leiðrétta, menn kannski er hann í sambandi og og svo er kannski bara einhver, heyrðu, ég var að heyra að þú verður á smitten. En ég meina það hefur örugglega verið atrið, það hefur einhver á sambandið hann og sagt Jordan. Já, opposí. Það var verið að tala um þig, kallið minn. Ég er búin að bösta þig núna. Þú ert að smittan. En við vorum að tala um einhver túrista sem kom til landsins, fór að spjalla við vinkonu mína og hvarf svo á brott. Þannig að það er allt annað gæði. Þeir eru báðir farnir. Þeir Jordan menn. Ekki til einasti Jordan á Íslandi nú. Ekki svo ég viti. Nei. En þetta var sem ég svaka, ég var smá stressaður fyrst, ég bara, oh my god, hvað er í gangi? Ég myndi fegin sem þannig að hafa sambandi þig. Ég hef skrínað hana, mann. Já, nei, ég gat það ekki. Nei. Af því að þú veist... Ég hef verið eitthvað, you should talk to Danny. Ég var næstum að segja, you should talk to Svenni. Nei, þú veist, ég vissi sko alveg að það gæti ekki verið neitt maðkur í missunni, þannig að þess vegna fannst mér alltaf lægja bara eitthvað, já, hvað segir ég? En heyrðu, en það er allavega að komi. Það búið að leiðrétta þetta. Er það pása? Taka smá pásu og koma tilbaka hressir. Það held ég. Komnir aftur. Hver er drikkuvikunar? Heyrðu, drikkuvikunar, ég kíkti á veður á hann áður en ég fór og lagði af stað hingað í þetta sálarlausa hverfi. Flóridaholtið. Þá kíkti ég til þess að sækja græjurnar. Þá fór ég á veður og þar var okkar kona Svanhvít og hún alltaf gæti ekki leyst mig út. Gaman að spjalla við hana. Það er alltaf gaman. Nú skemmtileg. Og það var ekki hægt að leysa mig út úr húsi nema það að ég myndi þá fá mig drikkuvikunar. Já, sjálfsög. Og ég set hann hérna inn á eftir og þetta er drikkuvikunar. Ok. Og þetta er þeirra versjón af sem sagt kjötsúpu koktel. Ok, bold move. Og hann var góður. Nei, þetta er flott. Já. Þegar svona text, þá er það cool. Þetta tókst mjög vel. Þeir eru með 2 útgáfur á honum. Það er kalda útgáfan. Ég man ekki, nú verður Svanhvítur að byrja það því ég man ekkert hvað hann sagði hann heitir. Sko, við látum þetta á story og eitthvað þetta svona. Kemur eitthvað svona flott þar. En þetta eru 2 útgáfur, önnur er heit og hinn er köld. Ég fekk með köldu. Hvað heitir hann? Já, það sem ég man ekki. Heyrðu, það kemur á Instagram. Já, það kemur á Instagram eftir. Og eigum við ekki bara að segja hér og nú að þeir sem að fara á vegum Syndarsela fá kannski 20% afslátt á honum. Á þessum drykk? Já. Eigum við ekki að segja það, Svanhvít er búin að ákveða það. Við erum ekki búin að spyrja. Nei. En það verið gaman. Já. Höfum það þannig. Ég segi 50%. Við munum lenda... 3. Við munum lenda einhvers frá 20-50%. Já. Við skulum bara, það kemur fram. Það er Svanhvít og Símon getur á því ferðinu þar. Því að þú veist, ég held að fólk vilja smaka þetta. Já, í alvöru, og veistu það, sko, ég náttúrulega á stígu veikindum og þessi drykkur, að það er einhvað sem ekki, þetta ætti að vera staðalbúnaður á þjóðutíð. Já, vá. Já,
hestamannamótinu stóra bara öllum hestamannamótum bara þú veist, þarna á öllum hesthúsum bara. Þarna á að vera með þannig drikk því að þetta sko Bloody Mary hvað þetta er náttúrulega þannig sömu fjölskyldu þetta er sömu, þú veist, þetta er svona sama kategóría en þetta var virkilega bara gott og þau eru búin að síja þau gera þarna þannig sem þau gerir þetta, þau gera sem sagt kjötsúpuna svo síja þau einhvern veginn þetta er mjög tær og flottu drikkur sko. Að þú farið þetta sko kjötsúpu, bragð og kraftinn og allt þarna með sko. Svona, þetta er svona ég get settið það þetta er brönns jú, þetta er svona sunnudagur, laugardagur þú veist, eða bara rífa sig í gang, fá soðið fá áfengið, þetta er negla koma sér upp einhvern veginn og þú veist besta sem þú getur fengið í þingun er soð 100% sko. beina soð, skilur þannig að þetta er, ég er mjög ánægð með hann að drikk og þannig að þetta er drikkubíkunar okkar sem við veitum ekki hvað heitir en það kemur í ljós og hann er á 20-50% afslætti að þið hlusta að synda silli og neymdroppið það í pöntum ég mæli með að smakkan heyrði, ok, klifti, ég settist niður á barvindaginn þetta er bar sem við okkur þykja væntum og þetta er uppáhaldsbarinn okkar á mörguleiti og það er barinn á Kol sko sem ég finnst alltaf nú hef ég ofta haldið koktelnánum og bara meira þess að nýlega og fólk spyr rosalega oft hvert myndið þú fara í koktel og ég segi nú oftast þú veist, þetta er áður en að Daisy opnaði ég myndi kannski nefna Daisy í dag en Kol að fara á barinn þar sérstaklega Martin er á vaktinni bara 100% bara eiginlega örugum hundum sko. og þá getur þú líka bara að fara í eitthvað ferðalag með honum og ef hann er í stuði fæ sér skot svona tíket með þér er eitthvað skemmtilega setur við barinn og þetta er ógeðslega næs og það gerði ég daginn satt ég við barinn, átti mjög góð stund þessi nýlda hjá af hverju er verið að runga svona TripAdvisor svona út alls þar sem ég fyrr þetta er eitthvað paranoia held ég satt þarna og ég bara heyriði bara taugaveikluð hegðu bara þú veist, please bara recommend us on TripAdvisor mitt take á þessu er að ef að þjónn fyrir að nefna TripAdvisor eða pressa fólk til þess að gera mér finnst það lágkúra mér finnst það sláta mjög slæmt væp yfir bara upplifunina mér finnst það sjoppulegt það gerir matinn bara alla upplifunina allt í hennu verður þetta bara svona bara eins og á pastís út í köpun bara æðislega máltíð og úslega næs staður ef að gæinn hafi komið í lokin bara so can you please recommend us on TripAdvisor recommend us for sleeping og tala ekki með að myndi rétt okkur eitthvað svona kort það er það sem þau eru að dreif einhverju kortið þarna og veistu það, ég get settið það ef að ég væri búin að vera að borða Kol einhverja steik frá Sævari drikk frá Martin mjög góða matur alltaf solid og flotti matur og bara næs og bara Kol solid staður og geggjaður sko. En ég yrði í sko virkilega móðgæður ef að það kæmi sem einhver þjónn að mér ætla að tróða mér einhverju neymkarti og þetta hjó ég eftir því ég satt hann í drikk og þetta eiginlega skemmti upplifunum mína bara í drikk þannig ég ætla að mæla með þú veist, þetta er mín tilmæli þetta er bara álit og bara þú veist, ég mæli með hættiði að reyna að tróða TripAdvisor út allt öllum er fucking drullu saman TripAdvisor það er rétt B, Kol stendur bara fyrir sínu C, Kol er á geggjuðum stað í bænum þú veist, það er ekkert þú veist, Kol er aldrei að fara að missa viðskiptavinni svo lengi sem eru ferðamenn á Skólavörðustíg algjörlega, og þeir eru með gott orðspor þeir eru og hafa bara alltaf Kol hefur alltaf verið með gott orðspor á sér en að fara einhvern veginn að tróða út ég gæti trúið að þetta sé Fannar ég meina, þetta er einhver yfirmaður sem hefur ákveðið einhver yfirmaður þarna sem hann er reyndar ekki held ég en þú veist, en það er allavega einhver þarna þú veist, ég ætla bara að segja bara til ykkar á Kol og annara staða hættiði að dreifa nafnkortum með TripAdvisor og jafnvel bara ekki nefna TripAdvisor því að veist að ég myndi bara gefa þegar ég satt þarna að drekka minn bara bjór þá hugsaði ég með mér ég ætla bara að fara að gefa vond review þetta hefur svolítið svona þú veist, þetta lætur þetta skemmir
góð upplifun. Já, svo ég þetta bara sjopplegt. Af því að þetta líka sko, það er talaðu kannski bara yfir höfuð, sko, fyrstu kynni eru mikilvæg og svo seinustu. Og þarna þetta eitthvað svona í lokin. Já, þarna þetta eiginlega bara búin að rústa. Og það kannski að seinasta sem mannst eftir. Já. Eða skilurðu? Það bara einhver þjófnað tróðaðir einhverju. Bara plögg. Já. Þetta bara svona... Þetta er tilmæli mín, hætti þessu. Þetta eins og hljómsveit á sviði sem segir og endilega tjekkja okkur á Spotify og like okkur á Instagram. Já. Og follow okkur og retweeti okkur og bara, þú veist. Subbuskapur, sjoppuskapur, klassless hegðun. Þetta minnir á að vera á einhverju svona sjopplum breskum stað. Já. Og þannig að þetta var bara mitt, my sent, þetta er lastið mitt. Og förum við ekki bara í lofa last? Jú, þetta er bara lastið mitt. Förum að sé lofa last. Herðu, ég ætlaði samt sem ára, ég ætlaði að mér langaði að nefna eitt. Já. Manstu því að ég var að tala um það Eat With Me? Eat With Me, ég man það. Þetta er app á netinu og þetta er eitthvað sem við ættum að tjekka á þegar við fyrir til Kaupmannahafnar saman. Ok, Eat With Me. Já, þegar við förum í maí til Danmerkur, sem við erum búin að ákveða núna, þá ættum að fá okkur app og þetta er sem þannig að þetta er fólk sem að fyrir á þetta app og svo ferðu þarna og þú ert sem sagt að þarna þú ert að fara heim til fólks að borða. Ég stundi þetta í London. Já, þetta er stemning. Þetta er ógeðslega gaman. Já. Þetta var kallað út í London Supper Club. Já. Og svo núna finnst mér þetta orð þýða mjög mikið. Já. Og þarna var þetta bara Supper Club, þá ferðu heim til einhvers og borðar. Og oftast er þetta sko kokkar sem eru kannski hættir eða veitingastaða eigendur sem eru kannski ekki lengur með stað. Ég fór til kólumbísk í svona kólumbísk þema. Gaurinn hefði átt kólumbískan stað, mammans eldaði. Bæði frá Kólumbíu. Og staðurinn átti svona following og ég bara rampaði inn á þetta. Og þú veist, maturinn ógeðslega skemmtilegur. Þú spjalla... Ég fór með fyrirhandi. Það var því bjó í London. Og við fórum bara, maður fór að spjalla við liðið. Svo var gæinn í geggjum fíling í lokin, hann að við sátum í svona smá eftirsetu. Hann var búinn að rífa fram eitthvað kólumbískan spýra og var að sýna okkur þetta og bara lentum í geggjum spjalli. Og maður kynnist alveg oftast hinnu. Þetta er nefnilega, ég hugsaði sko, þetta er kjörið tækifæri. Að þú ert einhvers staðar úti og langar að bara svona krydda þessu upp á ferðalagið þitt. Að því að fyrsta leið þetta er mjög örugt. Atri, þú veist, þú ert ekki að fara á þetta app og þú ert að freyta ykkur leigumorðingja sem er að fara að væna. Þú velur líka vel. Þú velur. Já, nú getur valið þarna einhvern veginn og svo ferði bara út og það sem ég fattaði sko, stemningin í þessu held ég sé að það er allir í svona sömu orku, sömu bylgjulengd. Þú veist, það er allir að fara þarna til þess að kynnast. Já, og sko vera allar með opinn fyrir því. Já, opinn fyrir því, já. Það er ekki að fara að vera svona eins og ég á franska staðnum svona, ekkert í stuði til að spjalla við næsta borð. En þarna ferðu með það hugafar. Ég held að sé ótrúlega skemmtilegt, Eat With Me, bara mæli með. Ég fór líka svona írst kvöld, kunningi minn kokkur, írsku kokkur og vinur hans voru með svona heimili á sér, svona írskur, flottur, heimilismatur. Fullt af fólki, það breytist bara í partí. Hvað er írskur matur? Það var svona kásumatur sem hljómar kannski ekki vel, en hann er svona sniðugur kokkur, hann hefur verið með fullt af veitingastöðum og gerði svona tvista á þetta. En svo breytist þetta bara í partí. Já, þetta er eitthvað sem ég fíla. Í heimahúsi. Og eins og segi, þetta er oftast sérfræðingar, þetta er ekki þú veist bara hvað ég að skrá mig endilega. Þetta er oftast einhverja típur sem hafa verið Já, einmitt. Því ég held að þetta sé bara, algjör stemning. Það er lof á það. Já, það er lofið mitt. Það er lof, já. Ég ætla að, sko, það getur verið svo erfitt að nöldra, sko, en stundu það maður. Já, þið finnst það ekki, sant. Vist, erfitt að nöldra í syndarsinu. en off mic, ég haldi þér. Nei, sko, ég kom með ógeð á TikTok og Instagram Reels. Þá eru fyrirtæki ógst oft byrjað að kommenta veitingastæðir eða McDonald's eða eitthvað og þá þú veist koma þau og svona kommenta svona ok sæll eða eitthvað og að dreifa sínu fyrirtæki bara eldsnögt lasta það, ég hata þetta hætti með þetta. Skilið. Svo það sín. Já, getum við lastað? Sko,
Hvar viltu byrja? Ég skipti fyrir í Nova Auðvitað. í svona miðjum november mánuði Já. og það gekk bara vel og allir í feeling, Já. alltaf allir hressir hjá Nova Stæðsir skemmtist þær í heimi Jú, og mikil svona úlinga orka Einmitt. en ok, ég fyrir Nova og segi upp sín núna mánaðamótin fekk ég reikning frá sín bara full reikning ekki eitthvað svona hálfur reikning skilur, bara við viljum að rukka þig fyrir alla nóvember og ég spyr af hverju og þau bara það stendur í samningnum sem að er gerður að við megum gera þetta og mist það talað sjoppulega ég er ekkert búin að vera með sín ekki með net eða síma eða neitt bullshit og þau bara eitthvað ég veit að þú hættir með okkur en við viljum að rukka þig full mánuð þannig að eina leiðin til að sleppa við þetta er að gera þetta nákvæmlega seinasta dag mánaðarins sem að enginn gerir þetta er siðlaust en þetta er sín að sína svolítið spilin sín þau eru æst í pening og þurfa pening þegar þau eru online þau eru náttúrulega kortir í á leiðina frá hausinn og ég segi við gælna þetta var á chatti fyrst ég látum býða í svona hálftíma það fyrir alveg að koma ég nefnilega var að tala á þessu tjattin daginn þegar ég var að segja upp öllu gekk mjög illa fyrsta lagi gekk mjög illa fyrst kemur vélmenni og segir hæ, ég er nýliði hér get ég aðstofa þig og ég sendi bara og segi, nei nýliði, viltu ekki með samband þjónusubillur það kemur þessi helvítis, en mætti ég fá að pröfa ég fekk þetta sama og ég bara, ok, ekkert mál og drita ég líka þannig ég bara eitthvað, herði ok, listen, og svo bara drita einhverja spurningu þá kom hugsa þessi best að færa það þjónusvill mín samskipti voru nákvæmlega eins nema ég sagði, ég vil tala um mannesku bestsamt mætti ég prófa hún hendi þetta mig líka svona, ertu viss, það var óslega gaman ég mætti prófa, svona reyna að tala mig í að tala við vélminni og ég sagði nei, ég vil tala um mannesku þá ok, röðin er alveg að koma þér hálftíma setna, skilur og við eigum út að æðislega spjall og ég eitthvað, já, þú veist, whatever og ég get verið smá, eins og ég sagði hann, kunti kissi þannig ég hendi eitthvað, já, ætli þið þurfi ekki peningin og bara exit flott aðeins smá attitude, allt í góðu ekkert alvarlegt en það sem ég skil ekki er að nú er við erum með allar streymisveitur sem hættir að finna þú veist, ég er með Disney Plus, ég er með Netflix ég er með þetta Lon og Don svo er bara Plex Plex, sem getur verið bara öllu eða ekki borga bara eitthvað smá og fengi allt herði, fólk er að láta bjóða sér upp á það borga fleiri 10.000 króna fyrir að vera með einhverja sín plus áskrift af einhverju ömurlegasta langlélu update drasli mér skilst það og appi mér skilst það virki mjög illa appi þetta er bara skelfilegt þetta app ég hef aldrei prófað en og hvað, til að horfa svo einhvað þátt með Sveppa Krull og Fannari Sveins og þeim sem heitir Gott kvöld sem er eitthvað 20 minna þáttir sem að þeir eru einhver svona örviðtölum eitthvað fólk uppáhaldsþátturinn minn svona filler þáttur hjá svona veitu var Frikki Dór að borða á mismunandi skyndibítastöðum það er reyndar fíla þetta er feiti Frikki já, það var bara þátturinn bara, nú ætlum við á Roadhouse ok, þetta lúka vel komið með hambúrgaran, þetta var næs þetta var þátturinn þetta er hlussu Frikki þetta var rosalega góð gæði þarna menn eru náttúrulega bara að gera eitthvað bara hvað við gera, fyrir bara á skyndibítastað borðum og hrósum öllu af því að þú veist, við megum náttúrulega ekki tala illa um neitt við erum á Adam í þáttin já, við þurfum að sættast við hann eftir stóra Parma-dramað þegar hann mældi með stað sem að ég fór svo á og var ömurlegasta staður sem ég farið á við þurfum að sættast og ég held að hann sé bara kannski fara út að borða með fyrir þá sem ekki vita, það var þetta svona gauður sem að gerir TikTok-vídeó staði og ég er bara búin að vera að horfa á þetta og þetta er bara helviti flott hann er rosa jákvæður hann er mjög positív hann er að fá borgað það er ekki hægt að bjóða upp á svona rýni ef hún er bara góð þá er þetta ekki rýni, þá er þetta auglýsing og þú veist, það er góðu lagi en þá á þetta bara að vera titla sem auglýsing
Við sjáum að tala ítlum staðina. Auðvitað. Ekki málið. Hafði ekki ágjörð því. Ég kannski reyna að fara fröken Reykjavík. Og þú fær skilaboði frá eigendum oft, ekki oft. En ég meina, við tökum á þetta kassan. Það eru fullt af veitingastæða eigendum sem að kunna ekki endilega meta okkur vera að segja frá okkar reynslu. En það er bara okkar reynsla. Og við verðum að segja hana. Því annars, okkur ætti að geta tekið mark á því sem við segjum sem er gott. Nákvæmlega. Ok, smá hiti. Já, smá hiti. Allt í góðu. Herri, við erum búin að fara alltaf út Víðavöll í dag. Herri, já, þetta var eiginlega bara, ég er með einhverja veitingafréttir. Já, viltu taka eina? Sko. Það eru nokkra sem ég verið til að fara inn á. Sko, mér fannst fyndi hérna, við tökum fréttir bara. Já. Fréttastef, það var jólamarkaður daginn, einhvers þar út á landi. Ok. Í Hrunamanna Hreppi. Í Hreppunum. Já. Það er mitt forte. Þar mætti ölverk að selja svona bjóra, gjafa, öskjur og svona. Þetta er Suðurlandið. Já, ógeðslega næs. En það voru ekki allir ánægðir með þetta. Ok. Þarna mætir foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum. Ég meina bara hot take. Já. Halda áfram samt. Já, í rauninni mæta þau eða eitthvað og kvarta og þau eru bara rekin heim ölverk, skilur og bara burt með ykkur, viljum ekki sjá Er þetta eitthvað svona foreldrasamtök í Hrunamanna-hreppnum eða er þetta bara það kemur ekki fram yfir höfuð? Þetta er örugglega eitthvað svona arfa leiðilegasta fólk. Pældi, þau hafa mætt. Á ég að segja þér eitt, veistu hvað ég held með svona fólk sem er í einhverju svona, hvað sér þetta, forvarnar foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum, rosalega nákvæmur hópur, sko. Já, ég segir. Svo hittast þau hverjum degi. Alveg 100%. Og alveg bara. Alveg fússi, en svo dragaði fyrir og hrynji í það. Alveg. Eða falli útlanda. Kynlífsklúbba. Já, eða þú veist, máleir, veistu hvað ég er búin að fatta? Það er ákveði, hefur hort á Íslendingin sem er svona, ég ætla að segja 1965 þú veist, árgerð og þú veist uppúr. Já. Þú veist, þannig ég er að tala um sko eftir þetta 1970 og eldri. Já. Þetta er 65 og eldri. Já. 1965 og eldri. Já. Þetta er meira og minna fólk sem að vegna þess að sko það sem ég hef alltaf sagt, boð og bönn býr til að þú reynir að lauma hlutunum. Algjörlega. Fólk finnur leið. Fólk finnur leið. Og þegar í back in the days, þegar við vorum með, þú veist, kommuni sem Steingrímur Mjóð, sem að vildi ekki leyfa bjór, til dæmis, og fleira. Pældi því. Þá erum við með fólk sem var að fara til útlanda og það er bara leið og komin í flugstöð Leifs Eiríkssonar og það var held í sig. Algjörlega. Og svo bara getur hann haldið áfram í því sólarlunda ferðalagi einhvern veginn. Þetta er ákveðin hræðsla við áfengi. Steingrímur Mjóð hefur verið smeykur við áfengi af því að margur heldur mig sig. Já, og þarna fer fólk og einhvern veginn hrýnir bara leið og að koma inn í flugvél og þá er bara hrunið í það. Þú veist, og það er verið að hella í sig og það er verið að klára allt vín borð. Það er dólgur. Og það er, dólgur og það er sungi ég fyrir fríið. Já. Og þú veist, og þetta er svona stemningin hjá fólkinu. Fólk sem er fætt eftir yngri, okkar aldur til dæmis. Ég get sagt það bara þú sem bara að vinna sjálfur í þessu flugi. Fólk á okkar aldri og niður, þetta er oftar en ekki bara fólk sem er að fara í frí, fæ sér kannski 1-2 bjóra. That's it. Já. Búið. Ekki drama. Af hverju heldur það að sé? Það er vegna þess að, við erum alltaf alveg bara upp við það að það megi drekka. Þannig að allt þetta boð og bönn. Engin spenna er búin að myndast. Og engin skömm heldur. Já, það er líka. Þú veist, og þannig að þetta er þetta sko, þú veist, norrmennir til dæmis. Þú mátt ekki láta sjá þig í glasi í Oslo. Ekki heldur Finnland. Og þú ert tekið nú í sakramentinu. Finnland líka. Já, en norrmennir eru svona ekstra erfir með þú veist, að þú mátt ekki vera tipsi á bar. Finnar, ég er náttúrulega varðar, sko. Já. Þeir eru ógæðslega leiðilega líka. En ég hef ekki, já. En svo er þetta svona, þú veist, og normennum leiður konn til útlanda. Já. Og þá er bara, þú veist, þú mátt ekki fá 2-faldan í Oslo. Já, sama í Finnlandi. Ok, copy you. En þarna já, þetta eru ömulega reglur og þú mátt ekki. Leið og þau koma, þú veist, ég var að príkinu í gamla þetta, þá var svona, nei, fuck, nú eru normenn komnir. Já. Það var bara eitthvað, I'm gonna have double. Já. Can I have double? Já.
alveg svona yfirsi spennti við því að loksins meiga þau vera á bar og fá sér tvöfaldan. Já, bara barn í nammiverslun. Já, bara I'm gonna have a double now. Yes, double. Og svo verða þau svona tussufullt og lélegt. Ekkert þól. Þannig að allt þetta afspringi að vera með sko boð og bönn. Ég meina, ef við horfum á Suður-Evrópu, bara Suður-Evrópubúa, Ítala, þeir kunna það. Frakkar. Þú veist, þetta fólk sem að kann að vera í glasi. Það bara sulla rauðvín á krakkana. Já. Bara venjist þessu. Þú veist, lærið á þetta. Þetta er fólk sem að kann að drekka og fyrir vikið, hvað gera þau? Bera virðingu fyrir vörunni. Já. Þannig að þetta atriði til dæmis foreldrar gegn áfengisauðlýsingum. Já, og við erum einhvers þeirri hrun og manna máða að fá ekki reppi. Mætt, sko. Og þau eru mætt með eitthvað spjald á til þess að slökkva á ölverk sem er bara sko mjög flott og vanda handverksbrugghús. Bara, og ógeðslega gott fyrir landsbyðina. Bara 100%. Að þau séu þarna og þau eru með pizzastað. Og það var slökkva á þessu vegna þess að þetta hendur ekki nógu mikið einhverju líðhelsu einhvers þeirri hrunumannareppi. Þau voru líka bara, það eru börn þarna. Ölverk var að selja svona jólagjafa öskjur. Að formaður þessa félags sem mér langar ekki svona að vita hvað heitir. Þetta er típan sem að klokka sig út í frí, fer inn á flugstuleifstöðu Eiríkssonar, fer í nýju matöllina á whatsoever sem þetta heitir þarna, hellir í sig. Alveg. Er með stæla í flugvélinni. Eða deyr bara í flugvélinni. Mögulega. Helst. Og einhvern veginn svona, og byrja ferðalagi sitt einhver staðar á Tenerife í blackouti. Já. En Guð forði mér leiður komin heim í hrunumannarreppin að þú sért með handverksbrugghús að gefa einhverja gjafir. Þeir voru ekki sko að selja krana. Nei. Þeir voru að selja bjór. Þetta er lastið. Þetta er last vikunar mánaðarins. Sko þeir, eins og segi, þeir voru ekki bara með, þeir voru bara að selja bjór sem fólk að tekið með heim og það var mikið af svona gjafa öskjum, þannig að það var svona líka svona í pakkan fyrir bjór. Smá öllari fyrir líðu, svo vott maður. Bara svona ógeðslega wholesome pakki handa bjór áhuga. Það er langar ekki að bjór, gæðu hann það áfram. En þú veist, en í alvöru talað. Ég skoðaði fréttina mjög vel. Ok. Af því að ég var að leita að þessum formanni. Já. Það kom hann nefnilega aldrei fram. Þú eru ekki komið til hann. Þeir fela sig á bakvið þessi ömurlegu samtök. Já. Mæta á Scooby-Doo-bílnum. Sko, loka bara á ölverk sem er bara að gera landsbyðina og þeirra svæði 1000 sinnum meira skemmtilegra. Suðurlandið. Þetta þurfum við. Og þetta er bara því meira sem við opnar umræðu. Selja svona. Þetta er smart, þetta er bara ask, þetta er gjafaskja. Gjafaskja. En því meira sem við opnum umræðuna vín, því meira sem við opnum umræðuna þú veist, bara kúltúrum við það að drekka gott vín. Já. Þú veist, ég skal alveg segja það, þú veist, auðvitað ég er borderline fyllibitta og hati ekki að vera mjög flei á mér og drekka Jack. Djöfull finnst mér líka geggjað að sitja og fá mér bara gott vín með einhvers staðar með góða fólki. Já. Og gera það bara vel. Það má. Eða fara í hrunumannarrepp og fá gjaföskju frá ölverk. Sko, þetta fólk ætti að eyða orkunni. Skamma sín. Þetta er bara á að skamma sín. Já. Og þetta eru hræsnara oftar en ekki. Já. Þannig að þetta var Takk fyrir þetta. Það er mikið fúss hjá okkur í þessum þætti. Já, við erum líka í Flóridaholti. Við erum í Flóridaholti. Pirringur. Önnur frétt sem var smá skemmtileg, hún kom inn í dag. Jói Fel, aldrei planið að sækja starfið sem aðrir hafa sótt gagngert til að kæra. Það er svona eitthvað voða drama hjá Jói Fel og fangelsiskerfinu sem við varst bara vert að nefna. Hvað, af hverju? Bara því að hann er að vinna þar? Já, sko, hvort að konan hans sé yfir. Já, hún er í fangelsisstjóri. Hún fekk hann og svo var auglýst þessi staða og hann sótt Já, hafa Jói Fel að baka eitthvað croissant á henni í fangana. Hann passar við fangana. Hann var að kenna líka námskeið. Hann var bara eitthvað matreiðslu námskeið. Við erum alltaf talsmenn fangana. Algjörlega, og ég held að Jói bara sko passi vel við stemminguna. Þannig að ég segi bara áfram Jói, smá nepotismi, en ég meina hvað er Ísland? Það er ekkert á þessu landi sem er ekki smá nepotismi. Ég segi bara meira vín og minni eitthvað, helvíti. Bara Jói Fel á Litlahraun með Jóa Fel. Já, það er okkar teik á því. Best skemmtið þar. Annað, ég veit ekki að fréttum. Þar sem að Brúdog var. Já, þar er að koma Forréttabarinn. Já, sá það. Lítið útibú hjá forréttabarinn. Ég er hrifinn af því. Ég líka. Þá erum við líka með sko litla Dublinu sanda og svo á kantinum
útibú forréttabarsins. Ótrúlega flott. Ég vonaði að sé með þarna í skjá. Og humarsúpuna. Já. Og hrossasteikina. Já. Hún svo góð. En maður myndi borða. Ég borðar ekki hesta. Nei. Það ekki allra. Nei. En ég ánægð með þetta. Fíla alltaf forrétta. Já. Annaði fréttum, byrju, já. Herri, já, það líka Tívolí var að opna, þar sem að brúd var. Já. Það Stebbi Melsteð og þeir. Já, það komið nýtt þar. Þeir eru farið það? Nei, ég er bara búin að sjá, þú veist, þetta það sem að þeir eru klárir, að þeir eru alveg svona, þú veist, þeir eru með svo góðan grunnhóp af hvítvínskonum. Já. Sem að fara, ég er búin að sjá bara aðra þær eru fjársterkar hvítvínskonur og önnu hver þeirra á Instagraminu hjá mér er búin að taka mynda sér að það. Þú veist, alveg bara... Þú veist, þetta er eiginlega ekkert sérstakt. En þeir kunni gera stemningu. Þeir kunni gera stemningu, rosa stór partur af stemningin. Við tjekkum á þessu. Við skoðum það. Við skoðum þetta. Svo eitt annað sem ég ætlaði að nefna, en svo bara manni ekki hvað en við ætlaðum að skoðum þetta allt saman. Ég ætla að nefna eitt í lokin. Talandum sjálfsblökk. Erfitt að detta inn í þátt sem að sko að tala hvað maður er búin að vera að gera í vikunni þegar maður er ekki búin að gera neitt. Já, ég fór til Köpen. Þú fórst ég er að tala ég. Sko. Já, flensa, skiljanlegt og við tókum freka bara svona, ég held að það verið solid hálftími sem fór í Florida Holt. Já, það var góður hálftími. Góður hálftími. Já, þá leið mér vel. Já. En ég ætlaði að nefna, sko, við töluðum að við erum aldrei með spons. Nei. Og það er náttúrulega að gefa okkur ákveðið frelsi. En ég gerði í staðinn svona smá Patreon. Og ég er að setja gömlu þættina þangað enn. Sem að sín á, eða ekki? Sín á þessa þætti. Og vilja ekki... Við megum ekki hafa þá opna. Motherfuckers. Þeir vilja eiga þættina, enda góðir. Virkilega. Þannig að ég setti þangað til að þeir, heyri, ég veit ekki hvort þau banna mér þetta, en allavega, ég setti þarna gömla þættin. Ég setti 3 gamla, þarna er meðal annars Óli Hjörtur. Já. Og Starkaði Péturs. Góði þættir. Það er mjög skemmtið þættir. Svo er ég að spá í að setja bara svona einn vikulega, þú veist, gömlu þættina. Já. Þangað til að... Bara á slikkprís bara. Já, þetta er eitthvað $3. Það er ekki neitt. Og svo er ég líka að spá í að hafa, við höfum verið að taka vídeo, hafa vídeoinn þar líka. Já. Þannig, þú veist, bara svona... Stemmari. Já, þetta er smá stemmari og kannski verður þetta til þess að við þurfum ekki að fá okkur sponsa því að við erum ömuleg í því að rætta. En ef ykkur vil sponsa okkur ég megi það alveg líka. Þú veist, ekkert mál, garri einstamálið. Og svo er þetta að hafa líka, fólk getur verið að kommenta þar svona í safe space, skilur mig. Af því að þarna má allt gerast. Og ef eitthvað spicy og svona, þá er þetta bara safe space fyrir okkar fólk, synda selina. Það líst mér ótrúlega á. Ég ætla að reyna að koma mér einhvern veginn á stað í þessa viku. Og komur úr þessu skelfilega hverfi. Já, þú ætlar að reyna að fara hérna. Það verður gaman að sjá hvort þú ringir að þú festist einhvers staðar. Ég geri það. Það gekk smá illa að finna. Gekk mjög illa að finna. Og sjáum hvort þú finnir. Held ég rætt út. Já, stoppa kannski við á daginn. Hugsa ekki. En einhver tíman ger ég það. Já, heyrðu, Sindaselur frá Urriðaholtinu. Frá Urriðaholti fórum yfir víðanvöll að þessu sinni. Og nú getur enginn sagt að við séum með fordóma. Aldrei verið með það. Því að við erum bara, veistu hvað ég vil gera? Ég vil, bæði við, ég ætla að peppa bara, ég verða að gefa eitt risastórt sjárat og það er á stað sem heitir Mosley. Já. Sem er eiginlega upp á staðurum inn í dag. Hamborgara. Þetta er hamborgarar og þetta er tacos og þetta er alls konar. Svona hverfis. Og þetta er 200 kópáisbar. Kársnes. Já, í Kársnesinu á móti sundleiðinni. Ég alveg talað, kíkið þetta í Geira. Já. Hann er þarna. Það lúkkar ógeðslega vel. Það lúkkar vel. Ógeðslega, ég fór þarna síðasta, eftir ég var búin að vera í þarna Smáralindinni. Þá fór ég, pantaði mér pizza á pítsunni og fór þangað, fekk mér bjór og viski að minni beðið til pítsunni. Það var stórkostlegt. Og pláss fyrir pítsu. Pláss fyrir pítsu. Sko? En þannig að mitt að kannski hvort við heyrum í Geira einhvern tímann og við tökum upp þáttar líka. Það verður gaman. Já. Þú veist, eins og það er dásamt að vera veður og það er okkar homebase, þá þurfum við líka að vera smá farasvætti líka. Já, við viljum peppa góða staði og það þarf að lifa. Og sérstaklega, þú veist, hverfisbar eru svo dýrmættir og þetta þarf að halda. Ég er að spá, ég er að fara núna í kvöld upp í Rástvö. Já. Ég bæði að fara að byrja með þáttar í janúar. Til hamingju. Takk. Svo er ég að fara að leysa af á einhverju kvöldvakt. Okay.
það byrjar, en að ég að læra hans inn á þetta núna, Já. fokkin stressandi þú veist, ég hef eftir að fara í loftið þarna, en ég veit bara ég að fara að vera svo stressaður, að fara sko, koma úr kvöldfréttum ég þarf að sjá til þess að kvöldfréttir séu sendar út og svo tek ég við þetta er ekki eins og vera bara eitthvað á bylgjunni, sko nei, bylgjan er náttúrulega bara eitthvað fyllir í, sko þetta er svo fullorðins ég veit að bylgjan er með meiri hlustun þetta er bara svona alvöru þetta er allavega, þannig að ég að fara þangað í kvöld ég að spá í á leiðinni að stoppa við á Mosli já, gerða það við ætla að fá mér hamburgera fáður hamburger, hann er geggjaður og þá getum við farið líka yfir það í næsta þætti nennir að gera það, svo ætla ég bara að gefa eitt sjárátt ég var að lesa þetta í fréttunum að Ísland verið ekki með Eurovision það er flott það er mjög flott það er maður nenn að vera í sér homakeppni einhver staðar að prumpa ykkur í glimmiri með einhverjum Ísraels motherfuckers fólk sem að tala rosalega með því að Ísland verði með þetta er skrítið take þetta er ofta steiktustu típurnar finnum eitthvað annað stress okkur yfir þetta er sama fólk og nöldrar alltaf yfir Eurovision hverju ári það er búið að skemma keppnina þetta er bara sama fólk bara nöldrararnir sem er að stressa sig yfir þessu kippum þessu bara úr, við spörum örgulega fullt af pening og við getum bara hommast annar staðar ég er sammálaður að allt þetta hommast í mér þið viti hvernig þetta er, við sjáumst